Hér erum við komin að Hólum í Hjaltadal þar sem hjá okkur Kristinn Hugason, forstöðumaður Sögusetur íslenska hestsins. Komdu sæll og blessaður, Kristinn. Velvertu. Velkomin til Hóla. Takk fyrir það. Stöndum við hér á fallegu sumarkvöldi með Sögusetrið í baksýn. Hvað geturðu sagt okkur þegar við stöndum hér úti húsnæði? Hér er gamalt hesthús. Þetta hús hérna, þetta var gamalt hesthús á Hólum, mjög fögur bygging á sínum tíma og stásslega enn. Hún var byggð 1931 og hér var gamla skólahúsið sem brann og þetta hús var byggt á grunni þess. Og síðan hefur verið gerðar hérna töluvert miklar breytingar á notkun húsnæðisins en núna fyrir 10 ára síðan þá fékk Sögusetrið húsnæði til afnota og endur innréttaði það sem safn. Já, einmitt. Og hvað ekki bara notalegt að vera hér að vinna á svona kvöldum? Jú, þetta náttúrulega alveg yndislegt á svona sumarkvöldi. En eigum við ekki bara að kíkja innan dyra og sjá upp á hvað safnið er að bjóða? Jú, það heldur verið tilvalið. Þá erum við hér komnir inn á safnið, Kristinn. Við hverju getur fólk búist sem að heimsækja safnið? Já, þegar fólk kemur hér inn, sko, þá bendi ég þeim áraunverulega svona forsögu hússins og svo framvegis, en það sem við erum að skapa hér við inngöngunni inn í safnið það að fólk svona fangi andaliðins tíma og innréttingar á neðri hæðinni miða einmitt við það. Hér er umverulega sjáum við eftirlíkingu af gömlu hesthúsi eins og hesthúsi eins og það hefur verið hér. Hérna eru gamlir básar í þeim forna stíl og síðan er hér minningarhorn fyrsta hrossræktarabúnaðarfélags Íslands, Theodór Arnbjörnsson sem er hér og lesning hann Theodór stofa en þessi húsgögn hér eru gefin af fjölskyldu Theodórs. Þetta er skrifborð hans og stóll og svo framvegis og hér sem margir hafa gaman að sjá. Men þetta er dómataskan, þetta var nú öll fyrirhöfnin í þann tíma, minnisbók og hérna var skrifað og þetta reiddi kallinu öll hér á ferðarlögum ríðandi á milli sýningarsvæða og þetta er svona má segja reyna að grípa þennan fanga þennan gamla anda og við leggjum mikið upp úr því sambandi við hönnun safnsins að reyna að grafa upp svona ljósmyndir sem eru svolítið svona góðar eins og þessi mynd af Theodór sem er tekin af Jóni Kaldal og við grófum upp á glerplötu í Þjóðminjasafninu og síðan er hér inni svona eftirlíking af gamalli skemmu og þar er mynd sem að útlendingar hafa alveg sérstaklega gaman að sjá sem að er raunverulega gömul mynd sem við fengum af VHS-spólu og við komum á svona nútímalega spilara og þar er raunverulega sýnd svona vinna hestsins árið kring og ferðarlög og hestum og svo framvegis og goðsögn safnamanna Íslands Þórður Skógum les inn á myndina og síðan er hér hérna frammi er svo ímynd fönguð hjá gestunum að þeim finnst þeir vera úti á götu og sjá inn í gamla söðlasmíðastofu og síðan er hér farið inn í þetta horn hérna sem er raunverulega svona helgað sögu og minningu landpóstana sem var náttúrulega alveg stórkostleg stétt manna og póstþjónusta á Íslandi hún var grunduð 1778 með danskri löggjöf hérna póstþjónustu á Íslandi og síðan var aldir starfrækta landpósta og hér er mynd af svona goðsögn landpóstana sem hét Hans Hannesson og var allt sitt líf landpóstur og svo er þetta mynd sem er raunverulega þessi saga í rakin í stórum dráttum, gömul pósttaska og fleira þess háttar. Og síðan er hér hérna horninu svona reynt að fanga andrúmið í bænum. Hérna er mynd tekin réttu 1910 í bakgarði við Laugaveginn og þar sem að er hérna, þekktur hestur þess tíma og er bara hérna, heim við hús og það er verið að hengja á þvott og hér er þvotturinn komin á snúru, norður í Skagafirði.
Þetta svona brot af neðri hæðinni og svo þið með hérna upp á annarri hæð einnig. Já, það er ekki sýningu. Jú, það er hérna sem að segja svona sýning sem að við erum ákaflega stolt af og allir sem standa að setrinu, og þetta var sýning sem við opnuðum á landsmótinu 2016 og hún er unnin raunverulega í samvinnu hérna við Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Þorvaldur Kristjánsson lagði gjörva hönd að þessu verki og hér er raunverulega sýning sem heitir Uppruni kostanna og við unnum sem sagt veturinn 2016 og var hönnuð hér af nýprenta Sauðárkróki og var sett upp fyrir landsmótið og opnuð hér í Viðhöfn meðan á landsmótinu stóð. Og á þessari sýningu er raunverulega fönguð 100 ára ræktunarsaga íslenska hestsins. Og hér inni eru raunverulega úrval hesta sem eru hérna svona burðarásar ræktunarstarfsins þessi 100 ár og byrja raunverulega á Sörlafa-Svaðastöðum sem hefur verið kallað Miklihvellur eða Big Bang íslenskrar ræktar. Fæddur 1916 og út af þessum hesti eru hvorki meira nei minna en 99% allra hrossa sem tilheyra hinn ræktaða hluta stofnsins og síðan eru hér hérna, þessi hestar sem hafa haft mestu áhrifin og þessi sýning hún raunverulega hefur sko sterka fræðilega grunn og hún er aðgengileg, hér liggur fram bæklingur á ensku sýninguna og síðan er hún aðgengileg einnig á þýsku á heimasíðu setursins og við leggjum mikla áherslu á að miðla sem mestum upplýsingum á heimasíðu setursins og það er mikið starf unnið á Sögusetrinu fyrir utan það að bara hafa opnað þessar sýningar, heldur er líka bara verið að vinna ýmsum fræðastörfum og það er birt á heimasíðunni. Það er sögusetur.is, hvet menn til að skoða hana vel og þar leggjum við kapp á að birta á íslensku, ensku og þýsku. Og síðan er hér ný sýning sem er raunverulega sett upp af Sigríði Sigurðardóttur sem var hérna, mikil safnakona og þetta er sýning sem er byggð á gögn á hennar vinnu og síðan náttúrulega glæsilegri sýningu sem var hjá Þjóðminjasafninu sem hét Prýðileg reiðtygi og svona rjóminn af því er komið hér norður í Skagafjörð og eins mikið af merkilegum hlutum af byggðasafninu og þessi sýning er raunverulega svona glæsireiðtygi fyrri tíðar þar sem raunverulega til dæmis þessi hellusöðull til þessi kallaður hann kallar hellusöðull eða sveifarsöðull hellusöðull vegna þess að hann er hellulagður eða skreittur mjög og hann raunverulega var notaður, hann er orðið mjög gamall en hann var notaður seinni tíman raunverulega sem stóll og síðan eru kynningarefni um þá sýningu hér bæði á íslensku og bæklingur á ensku og síðan er hérna líka efni hann á þýsku inn á heimasíðunni. Þú ert búin að koma aðeins inn á þetta sé að birta á nokkurum tungumálum, hvernig er heimsóknartíðni og hverjir eru helstu gestir hér? Það er náttúrulega sjálfur sér heimsóknartíðni er bara góð en auðvitað mætti heimsóknartíðni alltaf vera meiri en það er alveg bara mjög áberandi þýskir gestir og þýskumælandi. Það er þessi svona þýskumælandi heimur út í Evrópu, hann er náttúrulega bara, það er okkar bestu gestir og það er alveg með ólíkindum hvað Þjóðverjarnir eru ræktarsamverkar í íslenskri menningu. Þetta er einhver eldgamall forngermanskur arfur sem að tengir þetta saman og til dæmis núna bara í þessu COVID ástandi þá bara koma ótrúlega margir Þjóðverjar hérna á safnið og eins Skandinavar sérstaklega Danir og Íslendingar líka bara töluvert mikið en auðvitað vildi ég sjá fleiri landsmenn. Hvenær er fyrir áhugasama, hvenær er þetta að koma að heimsækja safnið? Það er hérna, safnið er opið frá klukkan 10 á morgnana til 6 á daginn, alla daga vikunnar eða mánudaga, það er lokað. Það er svona venja í mörgum söfnum að hafa mánudagi rólegan svona upp á eftir helgarlokunina, opnunum segi ég, og hafa það lokun á mánudegi en það er milli 10 og 6 alla daga eða mánudaga.
Þannig að þú hvetur alla þá sem eiga leið Skagafjörð að keyra hér heim á Hólum og bera þetta safn augum? Já, það gerir svo sannarlega og ég verð bara var við það að fólk verður jafnvel bara hissa þegar það kemur inn svona og það ekki bara hestafólk sem raunverulega á fullt erindi hingað heldur líka raunverulega allt fólk sem hefur áhuga á svona menningarsögu landsins, því að íslenski hesturinn nú eiginlega okkar þjóðar gersemi og ekkert eiginlega heldur bara örugglega og hann náttúrulega íslenski hesturinn og hestatengt menning náttúrulega það sem Ísland hefur að státa af og ég verið var við þetta að margt fólk sem svona bara áhugasamt menningarsögu og kemur inn kannski með hálfum huga fer mjög ánægt út. Kristinn Jónsson, takk fyrir að sýna okkur aðeins hér glefsur af sögusveitir íslenska hestsins og við hvetjum að sjálfsögðu alla til að líta hér við sem leið eigum. Takk fyrir kærlega. Og eða þá gera sér ferð. Og verið velkomin.